Forseti Úkraínu hefur þegið boð Pútíns Rússlandsforseta fund í Tyrklandi á fimmtudag. Það því í fyrsta sinn sem þeir mætast augliti til auglitis síðan Rússar réðust inn í Úkraínu. Berklar halda áfram að greinast meðal heimilislausra og oft flókið að rekja smit. 2 hafa greinst með virkt smit og 18 með dulda berkla. Heyrnarlaus maður sem gæti líka mist sjónina fær ekki greidda túlkaþjónustu frá ríkinu til að fara í rannsóknarmeðferð erlendis. Læknar á Íslandi hafa ekki fundið út hvað orsakar veikindin. Eigendur sparneytinna bíla þurfa að borga meiri skatt þegar breytingar á gjöldum af ökutækjum taka gildi. Bensínhákar bera lægri skatt. Labradorhundurinn Orka sinnir óvenjulegu hlutverki í rimaskóla þar sem hann hjálpar krökkunum með námið og skapar ró í kennslustofunni. Gott kvöld. Forseti Úkraínu þiggur boð forseta Rússlands fund í Tyrklandi á fimmtudag. Þetta tilkynnti hann á samfélagsmiðlum síðdegis. Pútín lýsti í morgun yfir áhuga á milliliðalausu fundi, en Zelenský sagði að vopnahlé væri forsenda fyrir viðræðunum. Þetta yrði fyrsti fundur leiðtogana síðan Rússar réðust inn í Úkraínu fyrir rúmum 3 árum. Velkomin Oddur. Afstaða Zelenskís til þessa fundar breyttist mjög skyndilega. Já, við vöknuðum eiginlega við þær fregnir í morgun að Pútín hefði lýst yfir áhuga á milliliðalausum fundi. En Zelenský setti þann fyrirvara fyrst að vopnahlé þyrfti að ganga á undan, að það yrði enga viðræður ef það væri ekki vopnahlé. Svo núna síðdegis virðast hann hafa fallið frá þeim kröfum og úrverður að líklega hittast þeir á fimmtudaginn í Istanbúl í Tyrklandi. Og eins og við vorum að nefna það, þá verður þetta í fyrsta skipti sem þeir mætast augliti til auglitis síðan allsherjar innrás Rússa hófst. Þeir mæta nú kannski ekki alveg sem jafningjar að þessu samningaborði? Nei, Rússar eru auðvitað árásaraðilinn og Úkraína þólendurnir, og það eru Rússar sem eru með úkraínskt landsvæði yfirráð þar en ekki öfugt, þannig að maður skildi ætla að það sé frekar Pútín, frekar en Zelenský sem geti gert kröfur við samningaborðið. Svo líka spurningin, Pútín alvara með þessu, eða þetta bara einhvers konar yfirvarp, eða tilgangur með þessu einhvern veginn að stilla Zelenský upp við vegg. Með þessu nýjustu vendingu þá finnst mér Zelenský eiginlega vera búin að endurgjalda það og stilla Pútín upp við vegg. Þannig að það verður mjög fróðlegt að sjá hvernig þessum fundi vindur fram hérna á fimmtudaginn. Þetta eins og þú segir, þeirra fyrsti fundur augliti til auglitis frá upphafi þessa stríðs, en þeir hafa þó hist einu sinni áður árið 2019, ef mér mismunir ekki, og ég held að það sé þeirra eini fundur nokkuð tíma. Það gengið á ýmsu í yfirlýsingum þeirra á milli síðan allsherjar innrásin hófst. Líklegt að verði þessu fundi á fimmtudaginn? Já, það síðan annað mál. Vika langur tími í pólitík og það hafa orðið miklar vendingar bara í dag. Í dag sunnudagur og þessi fundur fyrirhugaður á fimmtudaginn, þannig að við verðum bara að bíða og sjá. Mér finnst það líklegt en aldrei að vita. Kærar þakkir fyrir þetta, Oddur. Og að öðru, umfangið við að rekja berklasmit meðal heimilislausra orðið svo mikið að rakningarteymi á erfitt með að sinna starfi sínu. 2 hafa greinst með virkt smit og 18 með dulda berkla. Berklateymi var sett á laggirnar þegar berklasmit greindist í gistiskýlum borgarinnar í fyrra. Skima þarf 200 manns, verkefni sem hefur reynst nokkuð snúið. Það gríðarmikil vinna að bara hafa upp á hverjum og einum. Fólk ekki með síma eða ekki með sama síma. Fólk sem treystir ekki kerfinu. Það erfitt að nálgast þau. Þannig við höfum þurft að fara óhefðbundna leiðir til að hafa upp á fólki. Til dæmis í gegnum samfélagsmiðla, í heimahúsum og fleira. Þá annarkvort við erum ekki að hitta fólk kannski bara almennum stöðum, eins og til dæmis bensínstöðin þarna eða bensínstöðin hér. Og eins furðulega það hljómar, þá höfum við svo sem verið bara á okkar einkabíl aðalega við 2, ég og Ingólfur samstarfsmaður minn, og verið að taka blóðprufur bara þar í aftursætinu. Þegar hafa 2 greinst með virkt berklasmit og 18 með dulda berkla sem eru ekki smitandi en geta tekið sig upp. Þeir þurfa að vera í eftirliti í 2 ár. Þá lyfjameðferð við virkusmiti 6 til 9 mánuðir. Ekkert úrræði til staðar fyrir þennan hóp. Það sem gerist að þegar einstaklingur greinist og það verið að vinna hann upp, þá þarf hann að einangra sig, já. Og það kannski líka hluti af því sem gerir þennan hóp svona flókinn, það að þegar fólk á ekki heimili, að það getur það náttúrulega ekki haldið sig heima. Eini staðurinn sé Landspítalinn. Það náttúrulega gríðarlegur kostnaður sem fylgir því. En á eftir að skima 100 manns.
Kristín býst við að 20 manns í þeim hópi greinist með smitt. Þetta virðist ætla að verða ansi umfangsmikið og taka lengri tíma og teygja sig eitthvað áfram. Þannig að við höfum óskað eftir því að fá bæði aukin fjölda stöðugilda, fá fleira fólk með okkur í lið og eins að fá þá, allavega bíl og eitthvað svona grunnbúnað sem við þurfum bara til að geta sinnt okkar störfum. Það samt sem áður mjög mikilvægt að fólk hafi það í huga að berklar eru ekki bráðsmitandi og almenningur þarf alls ekki að hafa neinar áhyggjur. Maður sem hefur mist alla heyrn og byrjaður að missa sjón fær ekki greidda túlkaþjónustu frá Sjúkratryggingum Íslands til að fara í rannsóknarmeðferð í Bandaríkjunum. Hann ætlar samt að fara, ekki bara sín vegna heldur fyrir aðra með sama sjúkdóm sem gætu notið góðs af rannsóknunum. Júlíus Birgir Jóhannsson var 36 ára þegar í ljós kom að hann væri farinn að missa heyrn. Hann hefur síðan lært táknmál en notar helst varalestur í samskiptum við fólk. Ég að hitta lækni út af öðru og hann tekur eftir því að ég segi alltaf ha þegar hann lítur undan. Ég tók ekki eftir því og þá senda hann mér heyrnarmælingu og þá kom í ljós að mér vantaði 40% sem ég hefði bara aðlagast og orðið ómeðvitað af og samlega því lærði ég mikið varalestur. Í kjölfarið af því það bara fara af stað rosa mikla rannsóknir sem leiða ofboðslega mikið í ljós að það sé ekki í lagi. Nú hann alveg búinn að missa heyrnina. Smám saman hann að missa sjónina líka. Í dag hún í 10 gráðum, ekki prósent gráðum og það mjög lítið. Hvað gerist ef að það finnst engin lækning? Ég veit ekki. Þegar það var mest eða verst þá flökti sjónin hjá mér jafnvel mínútu á milli sem hún hvarf og var skil. Ég misti hann alveg í 3 daga sem mest. Þá bara staðið mér þannig. Ég veit ekki hvernig morgundagur verða, hvernig ég vakna morgun eða næsta ári, næsta mánuð. Læknar á Íslandi standa á gati varðandi hvað orsakar þessa kvilla. Það margt sem þeir sjá að sé að en þeir veit ekki af hverju það Júlíusi býðst að fara í sérhæft rannsóknarferli hjá National Institute of Health í Bandaríkjunum. Til þess þarf hann að hafa með sér táknmálstúlk. Ég notaði það þegar ég fyrir aðstæður þar sem ég verði 100% að skilja allt. Annars ég mjög góður í varalestri. Þarna ertu komin út í annan tungumál og ég ekki góður í varalestri á ensku. Sjúkratryggingar neita að greiða fyrir túlk. Almennt túlkaþjónusta borguð í heilbrigðiskerfinu en ekki neitt yfir erlendis. Júlíus hefur því blásið til söfnunar á Karolínafönd. Þetta aðalega einstaklingar sem hafa verið að leggja lið og fyrirtæki af kannski 100 fyrirtæki sem ég búin að senda á og biðja vil ég sýna þess áhuga. Ég held ég búin að fá svona 5 svör. Hann segir að ferðin út sé ekki bara í vonum að fá greiningu og meðferð heldur svo að aðrir gætu notið góðs af rannsóknunum. Ég myndi aldrei vilja sleppa við að hafa upplifað það sem ég hef upplifað. Þetta hefur kennt mér rosalega margt og það hefur gert mér að þeim manni sem ég í dag. En ég óska ekki neinum að þurfa að ganga í gegnum það samt. Og það skiptir mig miklu máli að ég get allan að gefa það. Þá finnst mér rosa asnalegt að ríki sem komur standi á sama tíma í vegi fyrir því. Vopnahlé milli Indlands og Pakistans virðist hafa haldið þrátt fyrir að ásakanir hefði gengið á víxli gærkvöldum vanefndir. Aðeins örfáar klukkustundir liðu frá því að vopnahlé var tilkynnt þegar til sprengingar heyrðust á ný. Lítið benti til að vopnahlé væri innan seilingar þegar skyndilega var tilkynnt síðdegis í gær að samningar hefðu náðst. En gleðin var hins vegar skammvinn þar sem sprenginga varð vart laust fyrir miðnætti að staðartíma. En þrátt fyrir það virðist vopnahléið hafa haldið að mestu síðan. Margir þeirra sem hafa verið drepnir í átökum síðustu daga voru bornir til grafar í dag. Talið að á 7. tug liggi í valnum, sínum fleiri í Pakistan. Kveikjan að átökum síðustu daga hryðjuverkaárás í lok apríl þar sem á 3. tug Indverja voru drepnir. Indversk stjórnvöld sökuðu Pakistana aðild en þarlend stjórnvöld harðneita því. Sú árás var gerð í Kasmír héraði sem helsta bitbein þessara svörnu óvina og kjarnorkuvelda. Bæði ríki gera tilkall til Kasmír og hafa þau háð blóðug stríðum yfirráðar. Reglulega kemur til átaka milli ríkjanna en þó hefur ekki komið til allsherjarstríðs síðan bæði ríki urðu kjarnorkuveldi.
Þarna hafa ýmsu samtök aðskilnaðarsinna mikil ítök og eins og sást í apríl fara sum þeirra sínu fram með hryðjuverkaárásum. Kasmír er þannig talið til hættulegustu staða heims. Vopnahléið sem tókst að semja í gær og virðist ætla að halda, að minnsta kosti enn sinn, var komið á meðal annars fyrir tilstuðlan Bandaríkjamanna og Breta. Trump Bandaríkjaforseti var sá fyrsti til að tilkynna vopnahléið í gær og óskaði ráðamönnum í Pakistan og á Indlandi til hamingju með að hafa látið skynsemina ráða för. Tilboð einstaklinga hafa forgang í sölu og eftirstandandi hlut ríkisins í Íslandsbanka. Þeir mega að lágmarki bjóða 100.000 krónur en mest 20 milljónir. Frumvarp sölu á eftirstandandi hlut ríkisins í Íslandsbanka var einróma samþykkt á Alþingi á fimmtudag. Bankinn hefur verið í söluferli síðan 2020. Árið 2021 seldi ríkið 35% af hlut sínum og árið 2022 seldi ríkið 22,5% til viðbótar í lokuðu útboði bara fyrir fagfjárfesta. Framkvæmdin var harðlega gagnrýnd og svo kom í ljós að ekki hafi verið farið að lögum við söluna og það endaði með því að þáverandi bankastjóri Birna Einarsdóttir og Bjarni Benediktsson, þáverandi fjármálaráðherra, sögðu bæði af sér. En nú á að fara öðruvísi að. 3 leiðir eru til að bjóða í bankan. Í fyrstu 2 fær almenningur að taka þátt nokkuð óhindrað. Flokkarnir kallast tilboðsbækur og skiptast í A, B og C. Fyrsti flokkurinn er fyrir almenna borgara sem mega bjóða alltaf 20 milljónir króna. Þeir hafa algeran forgang og lægsta verð í útboðinu. Lágmarksboð eru 100.000 krónur. Annar flokkur er bæði fyrir einstaklinga og fagfjárfesta. Lágmarkið eru 2 milljónir króna en ekkert hámark. Verðið í þessum flokki má aldrei verða lægra en í flokki A. Undir 3. flokkin falla atvinnufjárfestar. Þar er lágmarksboð 300 milljónir en ekkert hámark. Verðið í flokki 3 myndast á sama hátt og flokki 2. Stórir og erlendir fjárfestar fá að taka þátt til að tryggja að nógu margir hlutar seljist fyrir sem mestan pening. Ef aðeins er selt í flokkum A og B er hætta á að ríkið fá ekki eins mikið fyrir sinn hlut og mögulegt er. Nákvæm tímasetning útboðsins liggur ekki fyrir. Ríkið stefnir að því að hafa selt allan eignarhlut sinn í bankanum á næsta ári. Velkomin Snorri Jakobsson, hagfræðingur. Er að þínum mati réttur tími til að selja banka núna? Þetta er $1.000.000 spurning. Guð einn veit hvernig ástand markaða verður eftir 6 eða 12 mánuði. Hvort það var hærra eða lægra. Það er afskaplega erfitt að spá fyrir það. Einmitt. En nú ríkir auðvitað töluverð óvissa á alþjóðamörkuðum vegna tollastefnu Bandaríkjanna meðal annars. Getur þessi óvissa haft einhver áhrif á verðmæti bankans? Sko, áhrifin eru óvíða minni hér heldur en erlendis, en þrátt fyrir það hefur verðlækkunin síst verið minni á innlendum hlutabréfamarkaði. Ef við horfum á það sem er að gerast í heiminum er það að fjárfestar hafi auknum máli verið að fjárfesta í Evrópu fyrir einhvern Bandaríkjunum út af óvissu og bara óstöðuleika. Einmitt. Þetta fyrirkomulag að einstaklingar fái forgang, er þetta gert núna að því þetta fór eins og þetta fór síðast eða er verið að reyna að auka þátttöku almennings í fjárfestingum? Ég myndi halda að þetta leggst frekar vel í mig og ég held að þetta sé þáttaka almennings á hlutabréfamarkaði er óvíða minni heldur en á Íslandi og hlutur ríkisins á bankamarkaði almennt bara óvíða hærri heldur en hér. En ef við horfum á þetta út frá sjónum almennings, er góð leið til að ávaxta peninga að kaupa hlut í banka? Það eru ekki miklar verðsveiflur og hefur ekki verið mjög litlar verðsveiflur í íslensku bönkunum samborið við önnur fyrirtæki markaði og þetta þykir mjög örugur fjárfestingarkostur. Ef við horfum á banka á Norðurlöndum að þá þykja þeir hvað örugust bankarnir og í samanburði er þrefalt eigið fé sem það þrefalt meira eigið fé í íslenska bankakerfinu sem þýðir það að við getum tekið við þrefalt meira höggum að út kemur til taps. Já, stutta svari væri já. Já, það er stutta svari. Kærar þakkir fyrir þetta Snorri. Takk. Og að öðru. Kínverjar stunda njósnir í Noregi og búast má við auknum umsvifum þeirra þar á næstu árum að sögn forstöðumanns hjá norsku öryggislögreglunni. Þá getur norðmenn orðið fyrir barðinu og skemmdarverkum sem hafa farið vaxandi í Vestur-Evrópu. Í árlegu mati norsku öryggislögreglunar eða PST sem kom nýlega út segir að hættan hafi aukist þar á árásum á fjölmennum stöðum með litla öryggisgæslu. Forstjóri gagnnjósnadeildar PST segir ógnirnar koma úr mörgum áttum.
Og så er det rettferdig å si at blant disse flere trusselaktørene, så er nok det landet og de tjenestene som vi har mest fokus på, det er russiske trusselaktører og de russiske etterretningstjenestene som opererer i Norge. En staðan þó flóknari en svo. Så for Norge sin del så står vi overfor en situasjon hvor vi både har trusler fra statlige aktører, men også fra ikke-statlige aktører med politisk aktivitet, som for eksempel terrorisme. Blomberg segir ógnir hafa vaxið með auknum hernaði Rússa í Úkraínu frá 2014. Frá innrásinni 2022 hafi svo skemmdarverk í Vestur-Evrópu fæst í vöxt. Þar á hann meðal annars við á sæstrengjum við Eystrasalt. Og dette er noe vi forventer å se i Norge i 2025 også, men som vi heldigvis ikke har sett frem til nå. Og vi vurderer det som mulig at vi vil se den type operasjoner i Norge i løpet av det kommende året. En það eru fleiri lönd sem hort til varðandi starfsemi sem ógni öryggi landsins, til dæmis Kína. Vi har både sett operasjoner fra Kina i Norge, og vi forventer også å se det kommende året. Så du venter på at det skal økes, bli større? Den kinesiske etterretningstrusselen i Norge er jo allerede vesentlig, men vi forventer også en økning i kinesisk aktivitet i Norge, og det er noe vi også peker på i den åpne, ugraderte vurderingen vår. Eigendur sparneytinna bíla þurfa að greiða hærri gjöld nái frumvarp kílómetragjald fram að ganga. Stefnt að því að afgreiða það á vorþingi. Já, þú heyrðir rétt. Því meira sem að bíllinn þinn eyðir, því meira spararðu. Ef bíllinn þinn eyðir meira en 7,5 lítra á 100, já þá ertu að fara að spara á þessu. En ef þú ert á sparneytnari bíl, þá ertu að fara að greiða aðeins meira í skatta. Samkvæmt frumvarpinu verður tekið upp kílómetragjald á alla umferð. Gjaldið jafnhátt fyrir alla fólksbíla, 6,7 krónur á kílómetra. Á móti verður skattur af bensíni lækkaður verulega og olíugjald til að mynda fellt niður. Vegna skattalækkananna ætti bensínlítrinn að lækka það bil 90 krónur eða fara úr cirka 290 krónum í 200 og díselolían úr 300 í 210. Allir greiða sama kílómetragjaldið, en því meira sem bíllinn eyðir, því meira sparast með ódýrara bensíni. Sá sem á Toyota Hilux og keyrir, segjum 14.000 kílómetra á ári, hann sparar 26.000 krónur á ári með þessum skattkerfisbreytingum. En sá sem á Hyundai i30 eða sambærilegum smábíl en keyrir jafn mikið, já hann mun þurfa að borga 16.000 krónum meira en nú er. Frumvarpið komið til annarar umræðu á þingi. Það stefnt á því að afgreiða það núna í vor, en þingmenn þurfa að hafa hraðar hendur ef það á að taka gildi á réttum tíma, sem 1. júlí. Það ekki ólíklegt að gildistökunni verði frestað til næstu áramóta. Þá komið að krúttlegasta kennara landsins, en í kennarahópi Rimaskóla í Grafarvogi labradorhundurinn Orka. Orka sinnir ýmsum verkefnum og meðal annars sálfræðingur, segir samkennari. Klukkan 8:30 og skóladagurinn hjá krökkunum í 3. bekk í Rimaskóla að hefjast og 2 kennarar taka á móti þeim. Annar þeirra heldur óvenjulegur, en það labradorhundurinn Orka. Ég náttúrulega búin að eiga hunda í mörg ár. Og ég fór að hugsa hvað ég get ekki nýtt á með krökkunum í vinnunum minni. Þannig ég fór aðeins á stúfana og var búin að sjá sambarilegt verkefni annars þar. Og ég fór bara í það að fá leyfi til að gera þetta og þetta bara orðið að raunveruleika. Rosa gaman. Af hverju? Ég veit það ekki. Eitt af hlutverkum Orku að auka vellíðan og ró barnanna og hún í hlutastarfi í Rimaskóla. Sko, við erum náttúrulega með hana 2 í viku að því við erum að hugsa hennar velferð. Og hún hefur líka alltaf það að krakkarnir vita það ef hún fer inn í búrið sitt, þá það bara eins og hennar herbergi. Þannig að þá fær hún bara vera alveg í friði þar. Var ykkur hræddu við hunda í bekknum? Já, ég var líka pínu hrædd, sko. Mjög. Í fyrstuna. En ertu það ekki lengur? Já, ekki lengur. Þau náttúrulega sjá það bara fljótt að þetta ekkert til að hræðast og ég náttúrulega myndi ekki koma með hund sem að ég hefði ágjörð af hér. Þannig að hún bara sultuslögg. Sestu? Já, kjur. Og verkefni Orku af ýmsum toga. Hún hjálpar okkur að læra. Hvernig hjálpar hún ykkur að læra?
Hún bara skemmtileg og það gott að hafa hann að sjá okkur. Og hún hjálpar okkur því að líða vel, því að bara það að klappinni og þau til dæmis ofta að lesa bara með henni og vinna verkefni. Ok, gjör svo vel. Hún hjálpar okkur að velja viðfangsefni. Bara hinn. Má sjá, hvað valdi hún? Við fáum svona að sitja hjá henni. Hún fer stundum svona á verkefnin okkar en hún svona rosa skemmtileg svo það gott að hafa hana hjá okkur. Og skapar ró og í stofunni hjá okkur. Þannig að hún svona pínu sálfræðingur, sko. Þyrftum við fleiri hunda í skólana? Já, klárlega. Það væri frábært. Og þá að veðri. Suðvestan strekkingur á morgun en hvassir vindstrengir við fjöll, einkum landið norðvestanvert. Skýjað mestu suðvestan til en víða létt skýjað annar staðar. Hiti 8 til 17 stig, hlýjast á Austurlandi. Við förum nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. Karlalandsliði handbolta vann öruggan sigur á Georgíu í undankeppni EM 2026 í dag. Ísland vann alla 6 leiki sína í undankeppninni í fyrsta sinn. Við erum klárlega betri en þessi lið, en við erum líka að vinna þau nokkuð stórt. 16 úrslit bikarkeppni kvenna hófust í dag með 3 leikjum og í bestu deild karla var metið yfir yngsta markaskorarans slegið í gærkvöldi. Guðlaug Edda Hannesdóttir ólympíufari í þríþraut keppti á Íslandi í fyrsta sinn í 4 ár í dag. Hún segir það hafi tekið drjúgan tíma að komast yfir ólympíuupplifunina. Þegar ég kom heim eftir ólympíuleikana þá var ég bara rosalega þreytt. Þetta og fleira til í íþróttum. Og þá skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Forseti Úkraínu hefur þegið boð Pútíns Rússlandsforseta fund í Tyrklandi á fimmtudag. Það er því í fyrsta sinn sem þeir mætast augliti til auglitis síðan Rússar réðust inn í Úkraínu. Berklasmit halda áfram að greinast meðal heimilislausra og oft flókið að rekja smit. 2 hafa greinst með virkt smit og 18 með dulda berkla. Heyrnarlaus maður sem gæti líka mist sjónina fær ekki greidda túlkaþjónustu frá ríkinu til að fara í rannsóknarmeðferð erlendis. Læknar á Íslandi hafa ekki fundið út hvað orsakar veikindin. Eigendur sparneytinna bíla þurfa að borga meiri skatt þegar breytingar á gjöldum af ökutækjum taka gildi. Bensínhákar bera lægri skatt. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn ruv.is er að vanda uppfærður allan sólarhringinn. Þessum fréttatíma er hins vegar lokið. Takk fyrir samfylgdina á öllum okkar miðlum helgina. Verið sæl.